Ég kom inn að Tjörn í Svarfaðardal en hér býr Kristján Hjartarson, bóndi með Meiru og konan hans. En þau hjóla bæði daglega niður á Dalvík eða út á Dalvík og hafa gert í mörg ár. Ég ætla að hitta þessi hjón. Jæja, Kristján, áttu engan bíl eða hvernig stendur á þessu? Jú, ég á nú bíl. Annars eru bílar ekkert sérstakir vinir mínir. Ég er búin að fara illa út úr því að eiga bíla. Nei, ég hjóla reyndar mjög mikið en er kannski ekki þessi dæmigerði sporthjólreiðamaður, heldur lít ég fyrst og fremst á reiðhjól sem bara fara að skjóta og þetta er leið til þess að ferðast á milli staða. Hefurðu gert þetta lengi? Já, ég kannski má segja að við hjónin tókum upp á þessu, við byggum í Danmörku tíma. Þar eru allir á hjólum og það er dýrt að eiga bíl og dýrt að reka bíl þar og þar er mjög vel hugsað fyrir hjólreiðum og hjólreiðamönnum og þar komumst upp alveg með þetta að ferðast bara á hjólum og hjóluðum gríðarlega mikið og eftir við komum hérna heim og ég hafði alltaf ákveðna fordóma gagnvart hjólreiðum, aðstæðum hjólreiðamanna hér og það væri ekki hugsað fyrir þessu og þetta væri ómögulegt, það var ekki takt að hjóla hér og í Reykjavík til dæmis. Svo komst ég bara öðru að fínt að hjóla í Reykjavík og ég er aldrei á bíl þar, er alltaf með hjól bara sem ég er með í Reykjavík, hjól á milli. Og hérna, við búum akkurat 5 kilometra frá Dalvík, þangað sem við sækjum alla okkar þjónustu. Og 5 kilometrar er bara fín leið fyrir hjólreiðamann. Þú ert á góðum sumardegi 12 mínútur að hjóla þetta. Sko, hálkan er náttúrulega mjög mikill óvinni hjólreiðamannsins. Nema maður sé á negldum dekkjum, eins og ég er á. Ég er að vísu ekki á heilnegdu, það er svona hálfnegld. Kristjana, kona mín, er hins vegar á dekkin sem er alveg neldhringin. Og þetta svona dugar ekkert alltaf. Og þá er nauðsynlegt að vera svona, algjörlega. Ef það skriplar og maður þarf að stíga niður, þá er þetta bara lífsbjörg að vera á göddunum. En það sem að mér hefur fundist erfiðast og núna í vetur kannski verið það sem að hefur háð manni mest og varð til þess að ég hjólaði mjög lítið frá hausti og fram að áramótum. Það er höfðið srokið. Það er bara, var alltaf beljandi vindur, annarkvort í bakið og það var nú allt í lagi að vera í bakið en þá var það í fangið á heimleiðinni og þá komst maður ekki neitt. En ekki gengur þá, er það? Ég geri það nú ekki mikið, ég náttúrulega geng mikið á sumrin, ég bara hef atvinnu af því að ganga á sumrin með fólk hér upp fjöllin og þetta er náttúrulega kannski liður í því að halda sér í formi að hjóla á veturnar í staðinn og svo geng ég reynda mikið á gönguskíðum en maður er miklu lengur, ef ég fer að gönguskíðum niður á Dalvík þá er ég 3 korter upp í klukktíma og það er bara of langur tími, fer of mikið tími í það en kortið 20 mínútur er bara þar sem að þar hvort sem er að nota til þess að hreyfa sig á dag. Lágmark. Þú nefndir það einmitt að bílar væru kannski ekki alveg þinn svona tepolli. Þú hryggbrotnaðir í bílslysi, er það ekki rétt hjá mig fyrir? Jú, það var kannski það sem ég var að vísa í. Segðu mér aðeins frá því slysi. Já, það var nú bara þannig. Ég var með verkefni í Reykjavík og þurfti að fara suður á morgni, keyrði inn á Akureyri og flaug suður og gerði það sem ég átti að gera þar og kom svo norður seinnipartinn og hafði með mér barnabarnið sem að býr fyrir sunnan og tók bílinn á Akureyri, þetta var í júní og svona indælis veður, sól og blíða og við keyrðum frá Akureyri og út á Dalvík og á miðri leið þá fippaðist mér aksturinn. Hún satt aftur í stelpunum og var að sofna og ég var að reyna að halda henni vakandi og svona fylgdist með henni í speglinum og teygði mig hana aftur í og það gerist bara að ég veit næst að mér ég komin út í kant og síðan lendi ég á ruðningi og hendist upp í loftið og bílinn veltur og endar á toppnum ofan í skurði og kom í ljós þegar ég var komin á sjúkrahús að ég hefði brotið hryggjarlið en sem betur fer þá slapp stelpan algjörlega og þetta hryggbrot mitt það hafði ekkert skekst eða færst úr skorðum
Þannig að ég bara hef náð mér nánast algjörlega af þessu, nema mér vantar dálítið svona sveigju í hrygginn, en það háir mér ekkert í gönguferðum eða hjólreiðum. Þannig að það má eiginlega segja að þú sett hjólandi dæmum að það hægt að ná sér eftir svona slys. Já. Þarna óskaplega fín lína einhvers staðar á milli þess sem að maður verður örkumla eða nær sér á strik. Og ég var í mjög góðu formi þegar ég lenti í þessu, kannski hefur það hjálpað, og ég var mjög einbeittur að ná mér upp og það hefur líka hjálpað. Ég ætla ekki að tefja þig lengur, ég veit að þú ert að fara á bæjarstjórnarfund, ekki bara gott að kveðjast núna? Jú, það er fínt, mér veitir ekki að tímanum niður eftir, það eru 20 mínútur. Já, gangið vel. Já, sömuleiðis.